Þú hefur skrifað magnaða pistla á undanförnum misserum meðal annars hér á hringbraut.is hjá okkur sem eftir hefur verið tekið og þú ert svolítið að hugleiða ástand og ásíkomulag samfélagsins okkar og meðal annars bent á það að við erum fyrsta kynslóðin, ég og þú, sem skilum samfélaginu okkar til barnanna okkar í verra ásamkomulagi heldur að við fengum það. Börnin okkar búa við verri hag heldur en þegar við vorum ung. Já, við erum bara að standa okkur ömurlega sem þetta. Og við verðum bara að fara að taka okkur tak. Nú er ég 2 börn, 21 og 25 ára og ég bara sé það þegar ég er á þeirra aldri og versus þau núna að bara lífsbaráttan þeirra, hún er miklu erfiðari. En þetta er með ólíkindum? Þetta er með ólíkindum og mér finnst við sem samfélag þurfum að fara að velta þið fyrir okkur hvað við erum að gera þessari kynslóð. Hvernig klúðruðum við þessu? Ég byrja, hvað hefur langan tíma, skilur? Ég held að þetta sé svo sem ekkert eitt. Þú getur bent á hrunið og þar fram til götunum, en ég held líka að þetta sé bara spurning um forgangsröðun. Og við erum líka bara svolítið frek. Og ætlumst bara til að einhverjir aðrir skaffi þetta eða þetta komi bara eftir einhverjum sjálfsögðum leiðum, en það gerir það ekki. Og ég til dæmis að horfa upp á það, nú var ég að flytja daginn og fann alla skattframtöl okkar hjóna og fór að reikna út þegar við keyptum okkar fyrstu íbúð 1991. Þá var íbúðaverðið 35% hærra en árslaun okkar hjóna. 35% hærra. Nú er ég búin að reikna þetta fram til dagsins í dag og það hefur orðið algjör viðskilnaðar á þróun launa og húsnæðis. Nú er þetta ekki 35% hærra, heldur 100% hærra. Og það er þessi staðreynd sem að börnin okkar er að horfa upp á. Þannig að miðað við launin er þrefalt erfiðara fyrir krakkana okkar að verða sér út húsnæði í dag heldur en var fyrir okkur. Já, og ég segi það bara, í dag er það eiginlega vonlaust fyrir ungt fólk að koma sér upp þaki yfir höfuðið nema ég og þú getum látið þið fá nokkrar milljónir í start. Og þannig að unga fólki sem er að fara út á húsnæðismarkinn, það eru afkomendur efnaðra foreldra. Það er bara staðan í dag. Já. Einhvers staðar á þessari vegferð klikkuðum við, ég og þú og annað fólk sem er að skila börnunum okkur út á vinnumarkað, út á húsnæðismarkað við vonlausar aðstæður. Við erum eitt ríkasta samfélagi í liggur við heimi. Við eigum svo mikið af náttúruauðlindum, það eru reyndar mörg lönd sem hafa meiri náttúruauðlindir, en við erum svo fá, þannig að þessar náttúruauðlindir skiptast niður á svo fáa aðila. Og við erum bara búin að halda á þessu með hörmulegum hætti. Og mér liggur við að segja, að við séum rænd á hverjum einasta degi. Og nú bara, svo ríkisstjórn sem tekur við, hún verður bara að hafa það sem algjört forgangsmál að deila þessum auði með réttlætari hætti. Af því við höfum ekki verið að gera það. Og það pirrar mig óbóðslega þegar nú er að koma fram einhverjir aðilar sem að segja það sem við ætlum að byrja að gera er að lækka skatta. Er það forgangsmál að fara að lækka skatta hér? Eigum við ekki að velta það fyrir okkur að koma heilbrigðiskerfinu í lag, koma innviðunum í lag, koma skólakerfinu í lag? Er forgangsmál að fara að lækka skatta á tekjuhæsta fólki? Og ég held, það sem meira er, ég held að mikið fólk vilji ekki einu sinni að skattarnir þeirra séu lækkar. Það vill bara búa í samfélagi þar sem að þú veist að þessi hlutir í lagi sem ég var að tala Það sem aldraðir og öryrkjar þurfi ekki að hafa áhyggjur af afkominni. Það sem að 6-7 þúsund börn búi ekki við fátækt. Byrjum á að koma þessum hlutum í lag og þegar við erum búin að því, þá getum við fara að segja, getum við kannski fara að lækka eitthvað skatta. En það er ekki forgangsmálið. Við þurfum að jafna byrðarnar og til þess meðal annars að geta gert betur við okkar börn.